fara neitt vegna þess að það væri bara vika síðan að síðasta kvöld var hér. En eins og þið vitið þá var það því frestað sem upphaflega átti að vera í byrjun febrúar vegna veðurs. Og þetta var eina kvöldið, föstudagskvöld 28. sem var hægt að sameina bæði það að húsið væri laust og að fyrirlesara væri laust. En þetta næst síðasta kvöld vetrarins, 3. apríl er það síðasta. Þá er Norðurlandið, Sædís Gunnarsdóttir, minjavörður frá Norðurlandi kemur. Ekki alveg víst hver annar verður með henni. Örlygur Kristins ætlaði að vera, en konan hans er mjög veik, þannig að það er ekki alveg víst hann komi. En það verður einhver annar líka. Síðan er aðalfundur félagsins 12. apríl. Þá ætla ég kannski að leggja það til að þetta félag verði lagt niður. Ég er búin að vera formaður sem það var til fyrir 22 árum og ekki nokkur maður sem vill taka við þessari vitleysu. Þannig að og vantar alltaf fólk til þess að vinna. Þannig að kannski er þetta bara tímaskemmta, ég veit það ekki. Þannig að það ætlum við að ræða á aðalfundi. Sumarið, það verður ekkert svona, það verður engin stuttur ástefna en málþing út á landsbyggðinni í maí eins og venjulega. Þess að ætlum við að leggja undir okkur stóran hluta Norðurlands, Siglufjörð, Ólafsfjörð og Eyjafjörðin sem að leggur sig. Og rífast þá og nöldra frá sjómannadeginum og til 1. október. Það ætlum við að gera í formi ýmissa viðburða og virkja heimamenn. Það verða ljósmyndarsýningar, fræðsluefni, fyrirlestrar, ýmis tónlist. Og svo verður þetta flettað inn í dagskrá sem að heimamenn standa fyrir og efnt til viðburða í tengslum við að hreinsa strendur. Og þetta verkefni heitir Tegund fjarða. Síðan ætla ég að minna ykkur á september, byrjun september, þá er ráðstefna í Finnlandi. 4. til 7. september í Lovísa og Kotka og það sem er verið að ræða súrbyrðingin sem var tekin á heimsminjaskrá UNESCO í desember 2021 og það var fyrir tilstuðlan norrænu strandmenningarsamtakana sem að byrjuðu sitt samstarf með ráðstefnu eða hátíð á Húsavík 2011 og héldum síðan árlega til 2018 og fyrst var það Húsavík og síðan var það Ebeltoft í Danmörku, Karlskrona í Svíþjóð, Oslo, Álandseyjar, Færeyjar, ætlum að vera á Grænlandi 2017 en það var bara svo dískulega dýrt að við koksum á því en enduðum á Siglufirði 2018. Og í miður þessu brandbolti þá vorum við einhvern tímann að undirbúa eina hátíðina í Karlskrona og eftir langar vinnudag sátum við þreytt yfir rauðvínsglasi og veltum öngum yfir því hvað við ættum að vera sameiginlegt að höndum að finnast franskt rauðvín hefði gott sem að tóknung norsk stúlka sem er barnsmiður sagði handverkið og hefðir við að smíða sútvirta báta. Það er norræn menningararfur og er meira en 2000 ára gamall. Þá fór sá bolti að rúlla sem að endaði með því að við fengum þetta handverk og hefðir skráðar inn á lista hjá UNESCO og þetta er eina samnorræna menningararfurina sem að þar er að finna og svo eina íslenska. Það er verið að vinna því núna, ekki að frumkvæði vitfélagsins, að fá skreið þarna inn líka, þannig að það er voðalega gaman.
En ég ætla ekki að ræða meira. Í kvöld ætlum við að fjalla konu á buxum sem að allar viðvörunarbjöllur hefðu klínt ef að 11 ára krakki stelpuskrandi væri komin á sjóinn í dag. En Þuríður formaður hóf sína sjómennsku 11 ára og Auður Styrkársdóttir hingað komin og ætlar að segja okkur frá henni. Síðan eftir smá kaffipásu þá kemur Lífur og segir okkur frá Þuríðar búð og fleiru, en gjörðu svo vel Auður. Já, komið þið sæl og þakka ykkur fyrir að bjóða mér hingað til ykkar. Ég gaf út þessa bók, Konu á buxum, núna fyrir jólin, 2024 og fjallar Þuríði sem kölluð hefur verið formaður og var alltaf kölluð formaður og þekkt fyrir það að hafa verið formaður á skipun, líka þekkt fyrir það að hafa komið upp kampránsmenn að eigin sögn og fyrir það að hafa gengið í karlmannsföt. Og ég hef þennan titil þá til að undirstrika það, kona á buxum, það var engin venjuleg kona. Mér finnst hún forvitnileg fyrir margar sakir, ekki bara hennar eigin saga, heldur saga þjóðarinnar á þeim tímabili sem hún lifði. Hún fædd 1777. Þegar hún var 6 ára gömul þá brutust hér út móðuharðindin, einhverja mestu hamfarir sem að hér hafa orðið á sögulegum tíma, sem að felldu 15 þjóðarinnar, fjórðung eða bólusótt sem kom þar í kjölfarið talin með. Og ekki nóg með það heldur það sem að Þuríður bjó hér á Suðurlandi í Flóanum. Þá var mikill jarðskjálfti 1784, þar að segja árið eftir að gosið byrjaði við Lakagíga. Eldgos með jarðskjálfti sem var upp á 7, sem ansi mikið. Og einn mesti jarðskjálfti sem hér hefur orðið á sögulegum tímum, örugglega. Við sem erum orðið svo gömul, ég held bara við öll, við munum jarðskjálfta 1966. Hann var upp á rúma 6. 7 talsvert meira en það. Og hús féllu og það var þarna, satt að segja, mjög skelfilegt ástand. Bara í einu orði sagt og ekki hægt að lýsa því hvað það var skelfilegt á alla lund. Síðan tímabilið þarna á milli þar til Þuríður deyr 1863. Það ýmist upp eða niður, ýmist góðæri eða aflabrestir eins og gengur. En 1859 til 62 þá hér síðasta hungurneyðin sem gekk yfir Ísland. Ég var mjög hissa þegar ég las hana. Ég hafði aldrei heyrt hana fyrir. Hélt að hungursneyðir hefði verið búnar að vera þegar svo langt var komið í sögunni. En Guðmundur Jónsson skrifaði mjög athyglisverða grein og tók þetta saman. Og ég var eiginlega svona fyrir þetta opinberun þegar ég las þá grein hvað þetta okkur nálægt og þess vegna hef ég kosið að hafa þennan undirtitil hér af því að þetta ekki bara saga Þuríðar sem við fjallum heldur líka saga þjóðarinnar, saga almenningssamt fyrst og fremst, hans afbúnaður og menning.
náttúrulega var Þuríður og fólk á þessum tíma undir selt valdi sem að var samt dálítið fjarlægt alla tíð. Það var hreppstjórar voru kannski mestir og síðan sýslumenn sem byggu þá lengra í burtu, stiftamtmaður og amtmenn enn lengra í burtu og síðan náttúrulega kaupirhöfn sem það var mjög fjarlægt. Íslandi var ekki stjórnað svo mikið frá Danmörku. Það misskilningur að segja að Ísland hafi verið nýlenda Dana. Það var Ísland aldrei. Íslendingar höfðu alltaf talsvert vald í eigin málum og það verður að segjast eins og er að íslenskir embættismenn að þeir sáu bara þokkalega vel sjálfir það sem við getum kallað kúgun. Þurftu afskaplega lítil fyrirmæli frá Dönum eða öðrum. Og mörg dæmi það að dönskum stjórnvöldum ofbauð dálítið framganga íslenskra embættismanna. Þeir settu af einn aðsta embættismann þjóðarinnar fyrir frændhygli og ég held að það sé í fyrsta og vonandi ekki síðasta sinn en fyrsta og eina sinn fram að þessu þar sem embættismaður hefur þurft að víkja fyrir frændhygli. Það var Ólafur Stephensen sem í kjölfar móðurharðindina fékk að hlutverk að selja konungsjarðir og sendi þær frændum sínum og vinum og Dönum þótti þetta ekki, ég skulle segja, ekki nógu gott og eins og kosti vikuðir honum frá. Og í kjölfarið þá virðast þeir hafa ákveðið að æðsti embættismaður Íslands yrði ekki íslenskur, þaðan í frá. Þaðan í frá var stiftamtmaður alltaf, eiginlega alltaf danskur, ekki íslendingur. Þeir treystu ekki íslenskum embættismönnum. Við getum dreifið okkar ályktanir á því, en í mínum huga er alveg ljóst að þarna byrjaði hinn pólitíska spilling á Íslandi. Og þetta vald kemur svona stundum við sögu í bókinni, stundum skáldagi hreinlega, þetta er skáldsaga, við taka það skýrt fram þó að hún byggi á mjög miklum atriðum í sögu Þuríðar, í fylki hennar æviskeiði og ýmsum atriðum í hennar lífi, en skáldagi kringum það. Og nú má kannski spyrja, er ekki að bera í bakkavullan lækinn að koma með ennina bókina Þuríði formann. Og 2021 þá gaf Einar Már Guðmundsson út þessa skáldsögu, skáldleg afbrotafræði, sem að fjallar þessa atburði í Flóanum, kampránið, kampsránið og kampsránsmenn og Þuríður kemur þar nokkuð mikið sögu. Hann er að vísa ekki með neyðar, breytir öllum nöfnum, bæði á fólki og bílum og öðru, en þetta er sem sé byggt á þessum atburðum öllum. Ekki nóg með það, heldur 2023, þá kemur framhald og þarna er teikning sem er greinilega vísun í Þuríði formann og hún kemur fyrir í þessari bók líka sem að er framhaldið. Þeir eru búið að taka ránsmennina höndum og þeir eru dæmdir og framhaldið af því. Og sama ár kemur út líka bók eftir Ófeig Sigurðsson, líka skáldsaga, Far heimur far sæll, og þar lýsir hann líka Þuríði talsvert mikið. Og núna 2024, 1. janúar held ég hafi verið, þá kom þessi bók eftir Margrét Wilson með kanadískur mannfræðingur. Ég held að þið þekkir hana sem hér, hvort hún hefur ekki komið hér á fundi og talað.
Og þetta er saga Þuríði fornana og hún byggir mjög á riti Brynjólfs Jónssonar. Það er verið að þýða þessa bók á íslensku. Og ég vil taka það fram, ég vissi ekkert þessar bækur þegar ég byrjaði að skrifa mína sögu. Byrjaði á henni 2019, hélt svo bara mínu stríki. Margrét Wilson hefur líka gefið út þessa bók, Sjókonur á Íslandi, eða Sea Women of Iceland. Hún kom hingað til lands í einhverjum erindagjörðum og heillaðist svo að sögum sjókonur á Íslandi að hún fór að afla sér allra heimilda sem hún gat það. Og hefur sem sé skrifað þessar bækur. Hún byggir mikið og undirstaða allra þessara bóka auðvitað þessi eftir Brynjólf Jónsson frá Vinnanhópi, sagan af Þuríði formanni og Kambrátsmæli, sem æsi spennandi saga. Ef fólk nennir að byggja svona fróðleik lengur. En þarna kemur Þuríður talsvert mikið úr sögum. Þessi bók hefur verið útgefin 5 sinnum. Síðast 2010 af bókaútgáfunni Sæhendi, sem að Bjarni Harðarsson stendur fyrir. Og hann er afkomandi þessara ættar Þuríðar. Það er bæði Bjarni og Bjarni hét bróðir Þuríðar. Sæmundur var, ég minnir að Helga hafi verið Sæmundsdóttir mamma Þuríðar, þetta er allavega í ættinni. Þannig að honum er málið skylt, getur við sagt. Og hann las þessa bók yfir og laði blessun sína yfir að það sem þar kemur fram. En þetta er sem sé skáldrit. Og það er ekki hægt að skilja við sjókonur og tala þær á þess að minnast hennar Þórunnar Magnúsdóttur, sem að þið kannski munið eftir og þekktu kannski sögum. Hún gaf út og fór að garfa mjög nokkuð snemma í sjósókn kvenna, konur til sjós. Og gaf út þetta rit Sjósókn sunnlenskra kvenna sem er með skilst að þetta sé magistersritgerð hennar í sagnfræði frá verstöðum í Árnessýslu 1697 til 1980. Og þegar ég sá þessa bóka þá var það svona, já, voru konur til sjós. Ég held að allir hafi sagt það þá þegar þessi bók kom út. Þá var minningin konur til sjós alveg gleymd. En hún gróf upp ótalmörgla kvenna í Árnessýslu í verstöðum og sýndi fram á það að konur voru til sjós eins og karlar, kannski ekki til jafnsíðkarla, en þeir voru til sjós fram að árabátunum, þetta við getum sagt. Nei, fram að vélbátunum, þetta voru allt árabátar sem að þær voru til sjós. Og þegar bátarnir fengu vélar, þá þurfti miklu minni mannskap til að fara út. Þurfti ekki lengur fólk til að róa. Og þá svona hurfu konundar af bátunum. Það var auðvildara að sækja sjóinn með færri mannskap. Og hún gaf líka út þessa hér Sjókonur á Íslandi 1891–1981. Þetta eru þá konur sem að voru á vélbátum og skipum. Og við þurfum að muna eftir Þórunni þegar við fjöllum konur úr sjósókn. Hún er brautryðjandi á þessu sviði. Það er ekkert mikið til að heimildum hins vegar að konum á sjókonum, sem við getum kallað svo. Það er svona á stöku stað minnst á að konur hafa verið
í Breiðafjarðareyjum og hér á Suðurlandi. Heimildir komur til sjós á Norðurlandi og til Austurlandi held ég að enginn hafi grafið upp, ekki ennþá. Kannski vegna þess að það hefur verið erfiðara lengra á miðin eða eitthvað slíkt, ég veit það ekki. En allavega hér fyrir Suðurlandi og Breiðafjarðareyjum að þá var sjósókn kvenna vel þekkt á þessum opnu árabátum og ég var einmitt að lesa í gær síðast einhver þjóðlegan fróðleik sem að ég man nú ekki lengur hver var. Þar kona á Barðaströnd sem að segja frá því 1950 eitthvað slíkt, þetta bóki sér þá gefin út að hún, þegar hún fer til Hergilsey, 18 ára gömul vinnustúlka að Barðaströndinni, að þá hafi hún komist að því að konu var ætlað að vera á bátum til jafns við karla, jafnvel að fara í verstöðvar út vel ef að þurfti. Og hún fer síðan og lýsir því þegar hún fer einhverja ferðir sem hún fór til sjós. Ég var nú til með að sýna ykkur þessa sögu samt, Hólmfríðar saga sjókonu, heitir þessi bók, kom úr 2016 og þetta að því að ég hef bestu vitneskju eina saga sjókonu sem hefur komið út, Hólmfríðar saga sjókonu. Og þau tóku þetta saman, Ásgeir og Sigrún Sigurgestsbörn, og þetta langamma þeirra, Hólmfríður, og hún var til sjós sem ung kona, gerir sína bóti og þetta hennar sem sé saga af því. Og svo vil ég sýna ykkur þetta málverk hér. Þetta ekki eina myndin sem til af sjókonum. Þetta málverk, en ég finnst þetta svo flott. Og þarna sést, þetta aðeins konur á þessum bát og ég ímynda mér, bara fyrir mig, ég veit ekki hvað málarinn eða Bjarni Jónsson hugsaði með þessu, ég mynda mér að þetta séu Halldóra Ólafsdóttir í Hergilsey, systir Eggers Ólafssonar, hins betri. Þeir voru tveir Eggertarnir, Ólafssynir, náfrændur, voru kallaði betri og verri og það svo verri sem að við vitum við vitum hvað hann gerði. Hann orti vísur og drukknaði í Breiðafirði og það ógleymanleg vísaði þetta. En hann var kallaði verri, hvers vegna? Því hann var verri en svo betri greinilega. En hann var víslögmaður og þótti mjög harður, harmskeyttur og hrókafullur og fékk þetta niðurlægni. Enda drukknaði hann. Það saga af því hvernig hann drukknaði. Hann skipaði skipstjóranum að fara þótt að allir sæju að þetta var vonlaust. En ekki meira það. Eggers betri. Ég mjög hreykin á því að vera ákomandi hans. Hann bjargaði fólki í móðuharðindunum, sigldi af Skógarströndinni með bátinn sinn, fór nokkra ferðir til að sækja örvasa fólk sem var að verða hungurmorða, flutti þá út í Útsker sem var verbúð. Hafði fólki þar í nokkra vikur og nærði á eggjum og mjólk þátt til að náði aftur kröftum. Sannkallaður öðlingur, sá maður. Já, svona var það, en þá það nú klæðnaður sjómanna, skinnklæðnaður. Við sýnum ykkur þetta til að sýna ykkur það að auðvitað voru konur á sjó í buxum. Það gáði náttúrulega ekki verið í pilsi við
kom ekki pilsi ofan í skinnklæðnar eða skinnbuxurnar. Og það er eitt sem ég kom stað í þessu brúskiminu og lestri að konur gengu á buxum, kannski aflóa buxum af karlmönnum til útiverka og erfiðir að starfa. Og þá væntanlega líka til sjós, að vera í buxur í þessum sjóbuxum. Ég ætla ekki að dvelja við þetta er náttúrulega ekki algjör tískuvarnaður, en mjög athyglisverður sem slíkur. Svo var hann ísins borinn og ekki góð lykt þegar þetta var látið hanga. Kannski ekki inn í húsum en inni í verbúðum. Og ég ætla núna að lesa fyrir ykkur fyrstu ferð Þuríðar á sjóinn. Það var hún 11 ára gömul. Og var ekki send á sjóinn, segir Brynjólfur. Ég heldur vilt hún fara með föður sínum, en ég kemni þannig fyrir að hún eiginlega þarf að fara 11 ára. Af því að pabbi hennar er kominn með holdsveiki. Og Bjarni sem er nefndur hér, það er Bjarni, bróðir hennar, sem var þá á bátnum líka. En pabbi þeirra Einar, hann átti bát, 8-æring eða 6-æring sem hann gerði út og það var lifibrauð þessara fjölskyldu. Og hefði þá lesturinn, blóð og sló og þang skreita sjóklaðinn sem hanga til þerris á snögum á öllum veggjum og yfir öllum rúmstæðum. Svo ógnar þykk er vítilyktin þarna inni að magar viðkvæmra dragast saman á stórkostlegu viðbjóði og rifja öllu upp úr sér eins og gosferil. Þetta er sem sé búð sem að þau gætu hafa verið að koma út úr. Hreint loft á aðeins eina inngönguleið í þessa sjóbúð og það er í gegnum dyraopið. En því er haldið kyrfilega lokuði til að tapa ekki varma. Því varmi er dýrmætur og sannarlega 1000 sinnum dýrmætari en hreint loft. Þuríður stígur út á dýrahellina og teygar að sér loftið eins og hungraður físibelgur. Grím situr á steinum og grösum og andardráttur myndar lítil ský kringum fólki sem komið er á stjá. Daufar stjörnur blika á ljósu himinhvolfi og framundan liggur hafið, dimmt og kyrrt og stillt. Það er eins og risastór skepna, það andar að sér fjör og andar frá sér fróði, inn og út, inn og út. Ilmur þess er þungur og hrár og hreinn og gjöf hins að valda. Lungun í henni Þuríði litlu fylla sig aftur og aftur af tæru og hreinu lofti. Það er eins og þau geti hreinlega ekki fengið nóg, já það er eins og þau hafi aldrei vitað annað eins loft. Þuríður allar á sjó á skipinu hans pápa, hann liggur heima á skemmtum, spýtengskur. Sigurður vinnumaður vakti fólkið í sjóbúðinu með orðum svo gömlum að enginn mann lengur þeirra uppruna, skinnklæðum okkur í Jesú nafni. Hann er formaður á skipi Einarsti Bjarni er enn og ungur til að stjórna. En áður en þau fóru út úr búðinni gleyptu þau í sig spón af gallsúru skýri sem sendir varma út allar taugar. Ekki mun á honum veita úti á sjónum. Fjaran iðar á fólki, þarna eru sæbjörg og róðbúl með brandi föður sínum og hans mönnum. Krakkar skjótast ískrandi til og frá og það er hrópað hér og kallað þar. Einhver hefur sofið upp í landi og er ókominn og honum að bölvaða mikilli búsk. Föðurlaus dreng staulir reikar fjörna.
Grábekkjan móðir hans og glorsoltin systkinin sitja hlýnandi heima með grábólgin augun og hungurverki í einu allsherjar umkomuleysi. En hann skal sko sjá fyrir þeim öllum. Og hann kreppir neðan og biður pláss í öllum skipunum. Hann á skynklaðin á stöðu síns, en hann á hins vegar ekkert snæri. Og þar fór nú aldeilis í verra. Snæri eru gull við sjókantinn og enginn nú svo agalega líkljós láta gull í hendurnar á andalösum. Það vantaði nú bara. Þuríður signið þrisvarsinnum yfir brjóstið og steypir yfir sig allt og stórum skinnstætti bjarga. Innan undir sjóbuxum hún í ullarbuxum og bróður. Hún skoppar venjulega í vaðmálsbrók heima en hnýtir utan yfir sig pilsi ef hún þarf að skjótast milli bæja. Það er nú alveg nóg að vera móra sem pápi vakti upp hér árið þótt hún fær nú ekki líka að skeita hvorki skömm sína né heiður sinn. Móri liðast og lúskrar á mönnum, þyrlar upp þok og dimmu mistri og leiðir saklausa og strángreiðarlega menn í villur í albjörtu. Hann verður ekki drepið neitt, en nokkrir hafa komist heim illa barðir og skjálfandi á öllum sínum beinum. Einu sinni var hér dugandi siður að grafa upp náinn af afturgöngum, skera af þeim höfðið og láta þá ásóttu ganga milli bols og höfuðs og brenna svo líkin. En svo tók einn kóngan upp á því að banna þetta snjallræði, því miður. Önnur ráð hafði ekki dugað á Nóra, ekki bænir og ekki paternoster, ekki heldur að skyrpa duglega og ekki heldur að snúa jafn daus og kveðað herðugar drund rýmur. Engi ráður eftir, nema kannski að reka nagla í kross ofan á beði drögsa. En þá veit enginn hvar sá beður því jörðin í kirkjugarðinum rann til í skjálftanum eins og önnur jörð. Og nú verður fólkið að búa bjargarlaust við þessa hörmungars hörmung og þau á skemmtum fá aldeilis litlar þakkir fyrir. En áttu þau ekki nóg með sig og sína í eldum, áttu þau að fæða alla landsins uppflóksnunga að auki. Þannig spyrja sumir. Aðrir eru ósköp lítil svör, ef það nokkur. Þuríður, Bjarni og 6 karlar ganga að skipi og taka ofan sína sjóhætta, signa yfir skipið og á brjóst sér. Skorðir eru teknar undan og hlunnar fyrir, formaður strýkur sjálfminn framan úr sig og segir hátt og snjált: Leggjum nú hendur á í Jesú nafni. Þau snúa bökum að skipinu og renna á flott, hlaupa upp í og snúa því við. Hér nú annan, segir formaður, þau leysa sjónanda, lúta sínum auðmjúku en sundugu höfðum og hlýða á sem formann senda sjóferðabræðin út yfir borðstokkinn og reyna þannig að sefa hinnar órólegu lundir, ægis og ránardætra. Almáttugi og miskunnsami og náðaríki Guð, þú sem stjórnar og stýrir öllum hlutum, þú sem ert herra himins og jarðar, bjóð sjávarins algrunni að opna sitt ríka skaut til að uppfylla vorar nauðþurftir. Þuríður signir sig og rúmið undir sig líkt og aðrir skipverjar og Sigurður formaður kallar hann: Guð gef okkur öllum góðar stundir. Svo binda þau á sig sjóvöldana, þau hafa gert allt rétt. Þau hafa stillt sitt skap, sefað huga, stuggað burt kvíða, rótað fram æðuleysi. Ef þetta verður þeirra dauða reisa, þá eru þau alveg reiðubúin að mæta þeirri grimmu auðnu. Svo er róið af stað. Já, þetta var svona fyrstu sjóferðina. Þegar Þuríður er 11 ára gömul. Síðan er hún á sjónum, eiginlega fram til 70s. Er formaður í
hann minni 3 áratugi, frá Stokkseyri og Eyrarbakka og líka frá Þorlákshöfn, býr í Reykjavík eða Laugarnesi tíma nokkra mánuði, þegar hún var ung, fer þangað með kærastanum sínum, en kemur eftir nokkra mánuði tilbaka og Brynjólfur segir að það sé vegna þess að hún hafi verið svo frek, hún hafi öllu vilja ráða, en hann segir líka að Jón þessi hafi drukkið talsverð, en það nú verið að því að Þuríður var svo frek. En ég trúi því nú mátulega og gerði hann að svona drykkjur út til sögumis og Þuríður þoldi það náttúrulega ekki. Svo hún formaður á vorbátum sem er nú léttar en á vetrarskipi, en svo tekur hún líka við vetrarskipum og á þeim eru formenn yfirleitt mjög sterkir, kraftakallar, en menn vildu hafa hana og vera hjá henni og sóttust eftir plássi hjá henni af því að hún var mjög fiskinn og hún var ágætin, hún kunni að lesa veður og vinda og sjóla, missti aldrei bát eða mann í hafið og fór stundum út þó að aðrir fari ekki og kom í land þegar aðrir ætluðu ekki að fara og aðrir formenn lærðu að fylgja henni, fóru eftir því sem hún gerði. En það var líka eitt sem Þuríður hafi og er ekki svo lítill slipi, hvorki þá né núna, en sérstaklega þá. Hún var svo skemmtileg. Hún var létt í lund, kunni að létta á hlutum, segja frá sögum, sjá það skemmtilega og skoplega í tilverunni. Og svoleiðis fólki viljum við nú öll vera hjá, ekki satt. Það er til lýsingar á Þuríði og Brynjólfur frá Minnanúpir lýsir henni meðal annars svona. Hún var allt lábrað hennar lýst í óvenjulegu fjöri, en líka segir hann, ég tók það ekki hérna, að hún hafi verið á allan hátt sérkennilega. Og hér Guðrún Alsdóttir viðtal í Alþýðublaðið, þá hún var það 40 kona og verið að tala við hennar vegna Eyrarbakka og spurði hvort hún hafi ekki séð Þuríði þar. Þá hafði hún gert það, hún var bara stelpa þá og var dálítið smeyk við hana, en helst vegna þess að hún gekk í karlmannsfötum. Og hún var ekki ófríð, langt í frá. Hún er svona dálítið í stúfi það sem að Brynjólfur sagði. Og menn trúðu talsvert á hana. Það finnst mér dálítið fallega sagt. Var talsvert á einhverja mannsku. Þannig er Þuríður orðin gömul og hægt að fara á sjóinn. Og lítill drengur þarf að leiða hana og bróðir Guðrún leiðir hana sjávarbakkann. Og svona minnist hennar. Finnur Jónsson frá Kjörseyri lýsir Þuríði svona í sinni bók. Hann sá hana þegar hann var strákur og þá var hún í lafafrakka með kolllágan pípuhatt og dökkt hár sem liðaðist niður á háls. Hún var fjörleg og karlmannleg í framgöngu, segir hann. Og hann teiknaði Þuríði, fylgir teikning þessari lýsingu hans í bókinni. Og þetta er náttúrulega ógleymanleg tekník og mun lifa svo lengi sem fólk lifir hér í þessu landi og er oft tekið og gripið til þessara tekníkar. Og þarna teknar hann hana eins og hann man eftir henni sem bara unglingur þegar hann sá hana. Og þið sjáum þarna, hún er í
lafafrakka með kollama pípuhatt og dökkt hár. Hún er með keyri og í buxum. Á jakkanum eru svona silfurhnappar. Og þegar ég sá þessa tengingu fyrst að þá hugsaði ég að þetta er talsvert meira en að vera á buxum. Konur voru á buxum eins og ég sagði ykkur hér áðan við útistörf og það var ekkert óþekkt allt land. Það var heldur aldrei bannað að vera á buxum. Og það er nú bara einhver misskilningur sem einhver staður hefur komist inn, meðal annars frá Þuríði sjálfri. Þetta er allt annað en að vera á buxum. Þetta er að vera á karlmanna búningi. Bara buxur, frakki, flottur með silfurhnöppum eða gullhnöppum og pípuhattur og keyri. Og hvað er þetta, hugsaði ég fyrir sá tengingu. Af hverju klæddi hún sig svona? Af hverju var ekki nóg að vera á buxum? Og það getum við sagt að hafi verið svona fyrsta skrefi í áttina því að ég fór að garfa í Þuríði og hennar sögu. Hvað eiginlega bjór hér að baki og er nú allt satt sem að stendur í sögu Brynjúls hana Þuríði. Svona klæddi alþýðu fólk sig á 19. öld. Svona voru konurnar, svona voru kallarnir, þetta er allt vinnulúið fólk, þetta er á ofanverðri 19. öld, en ég held að fatnaðurinn hafi nú ekki breyst líka mikið og þetta er allt móbrúnt og slitið og mæðurlegt og þið sjáum muninn hér á Þuríði og þeim, alþýðunni. Horfandi á hennar fatnað og þá var hún ansi fjarri almúa fólki og stritfólki sem hún fór tilheyrði að mörgu leyti og samsamaði sig við. Hún er eiginlega líkari þessum köllum hér. Þetta er málverk að vísu, ekki ljósmynd, en ég býst við að Guðlaugur Blöndal hafi farið eftir einhverjum forskriftum það hvernig fatnaður þessara manna var. Þetta er helstu embættismenn þjóðarinnar, kjörnir á þjóðfundi í 1851 og þetta er nú svona heldur öðruvísi fatnaður heldur en hjá stritfólkinu, litríkt, lafafrakkar og fínir í og þarna hefur verið þessi maður hér, Þórður Sveinbjörnsson, sem var sýslumaður í Árnessýslu. Hann var kjörinn á þjóðfundinn og ég ímynda mér að hann sé þarna, fyrsti annar frá vinstri efstu röðinni. Finnst ykkur það ekki geta passað? Það er svolítið líkt honum allavega. Nefnum að sé þarna yfir manninum sem situr þarna og skrifar. Hver veit? En Þórður sýslumaður, hann er sá sem að sögn Þuríðar veitti henni leyfi til að ganga í karlmannafötum. Og okkur veitti henni það leyfi? Jú, fyrir það að koma upp Kambráns menn. Segir Þuríður við Brynjólf og hann kveikir ekki á því hvað hún er að segja. Hann er náttúrulega að segja honum að hann hafi leitt sig til sagna. Og svo verður hún að nýta þessu með leyfi karlmanns búnings. Og það er ekki fyrir eftir það sem að hún fer að ganga í þessum fatnaði. Karlmanna búningi. Hún fer beinlínis og fær sér þennan búning. Og hugsunin hefur kannski verið svo, jæja, fyrst að ég fekk þetta leyfi þá kannski að nota það þá til hús. Og ásæki. Og
þurfti ekkert þetta leyfi, eins og ég sagði áðan, það er bara vitleysa. En einhverju ráðum hefur Þórður sýslumaður blandað hana til þess að halda hún þyrfti þetta leyfi. Hann var bara neitt hana til sagna, því að það ætlaði enginn að segja mér. Það er alveg greinilegt. Maður les sögur Brynjólfs, þá ætlaði enginn að koma upp þessa menn sem að rændu Hjörti í kampi sem að var mjög óvinsæll maður, myrvill og nánus, lúrði á 1000 peningum eins og ormur á gulli. Mér að segja að Þórður sýslumanni var dálítið illa við hann. Þegar hann skilaði honum peningum með 1000 eftir réttarhöldin, þá slengdi hann pokanum á bakið á kallinum svo hann féll á mér. Mér að segja á honum þótti þetta. En hann var nú samt að dæma í málinu. En ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna lokun. Ég fyrir að verða búin í tíma. Mína útgáfa á því þegar sýslumaður nefndi Þuríði til sagna. Þannig að hún fór að ganga að karlmanna búningi. Og þetta er karlmanna búningur. Þetta er ekki karlmanna fagnaður, þetta er búningur, þetta er eins og karlmanni færði sköpum. Það segja hátíðisbúning kvenna. Þetta er svona svipað atriði. En þá ætla ég að lesa þennan stuttakafla. Hún er að segja sér að Jakob frá því hvernig hann fékk hana til að koma upp ránsmennina. Það var liðið undir kvöld og ég var að dikta mínum bát, segir hún. Þá kom til mín sendimaður frá sýslumanni og sagði mér að koma undir eins í Stokkseyri á stofu. Ég sagði þá að þetta skipti og koma svo, því ég stóð þar undir glugganum. En sendimaður sagði að sýslumaður rápaði gólfin og biði eftir mér og ég var því að fara eins og hún stóð. Sýslumaður starði opinmyndur hvers slags er nú þetta, er þetta kona? Unglingur kannski? Nei, kona er það, en annan en skringi búnað hafa hann aldrei séð á nokkurri konu sem fyrir hann hefur verið færð og hefur hann þó margar séð. Klædd í langbuxur og karlmannatreyju, hvortveggja stafbættur og atað og friður. Leirug skóðar sporuðu gljáfætt timburgólfið, húfur ræfir straukun á höfði og ljósjarnir þykir hárlokkar sprutti fram. Og rétti fram skítuga hönd eins og til að heilsa. Honum, sýslumannum, var hann að hægast á honum. Sýslumaður er ekki vanur slíkri almúga framhleypni. Nei, almúgi titrar og stamar og hnykrar sig saman og gerir sig ósýnilegar í hans návist eins og vera ber. Og hvað bjó í þessu skæra líki augnanna? Kannski þvermóðurskap. Jæja, valdið liggur þó í hans höndum og ef það er nokkuð sem hann kann með að fara, þá er það valdið. Sýslumaður benti Þuríði á stól á miðju gólfi stofunnar, dró til sín annan og sett á móti henni. Krosslagði handleggi og settist, færði lærin vel í sundur svo klofið blasti við konunni. Sendi þangað sinn fel. Aldrei hefur það brugðist að ókyrr hlaupi í fólk yfir því sem þarna blasir við og þessum fel. Flóttasvipur grípur augun og fát leggst á hendur. Konur finna lykt af karlmannsmætti, karlar draga að sér myndugleika. Sýslumaður er óhræddur við að leggja fyrir fólk sem viðkvæmasta part. Komdu skálkur ef þú þorir, segir hann við öllum sínum líkama. En auðvitað þorir enginn ekki fyrir sitt litla líf. Ísblá augu Þuríðar voru stöðu og hendurnar lágu aldeilis kyrrar í kjöldinni. Já, hún var aldeilis ósnortin af þessari valdsmannslegu stellingu. Ég er nóg gömul til að hræðast, hugsaði sýslumaður. Nei, hann hefur yfirheyrt eldri konur en þessa sem skulfu eins og strá fyrir vindi, andspænis þessum útbreidda faðmi eins og sýslumaður kýs að kalla sitt klof á slíku
slíkum stundum. Hann greip greiðar sér og hagræddi, tók ekki augun af konunni á meðan. Er þetta brosvipra í munnvíkinu? Þetta er þó skrýtinn kvenmaður, vantar kannski í hann að viti. Sýslumaður ræksti sig, trombaði með fingrum á stólbrygg, hugsaði og hummaði. Hann hóf máls á ráninu í kampi og spurði margt. Ýmislegt hafði þurfið heyrt, eins og annað fólk, en ekki væri það til þess að gera í aðra. Orða, sveimur og bull. Sýslumaður kvaðst vilja heyra alla hluti og alveg sérstaklega þá sem væri á bullandi sveimi. Þuríður kvaðst ekki bera uppteykt og rykti milli bæja. Sýslumaðurinn að spyrja aðra en hana svoleiðis. Sýslumaður lagði fram hluti sem lá á túnum eftir ránið, hakkar, snæraflækju, striga tusku, brindaðan skó. Hann annast meira hvað þjófar geta verið miklu bjáðar. Hver skilur eftir sinn hatt eða skó á rangstað? Þegar hvílingur ekki sinns aulaháttur. Þekkir þú Þuríður þetta? Nei, ekki þekkt hún þessa hluti. Sýslumaður þagði. Margar stundir eru farnar til ónýtist þennan dag og nú rökkvar. Hér sýnist engu verða þokað með yfirherslu. Og nú man sýslumaður eftir fundi þeirra síra Jakobs þar sem hann sýndi honum bréf Þuríðar og lét fljóta með þá skriftu að hún væri ekki vel læs. Já, hérna ekki læs, en þó svona skýr og skörp. Hér má þá kannski beita klókindum. Sýslumaður er vel að sér þær merku kindur. Enginn er honum þar fremri. Ég hef heyrt það fyrir nú að þú Þuríður gangi kundags á buxum, sagði hann. Það gerir hvern fólk við erfiðisvinnu hér á slóðir, sagði hann Þuríður. Hvern búningur hendar illa út verkin og það eru óþrif af þeim flestum. Víst er svo, sagði sýslumaður. En nú Þuríður fer varla úr þessum fatnaði, það hef ég heyrt. Svo þreif hann fyrir sér, færði sig framar á stólinn og hallaði sig fram, og svo þefurinn af karlmannamætti og myndugleika fylgdist á konunni, sagði með áherslu þunga. Og Þuríður þurfti að fá leyfi til að ganga í karlmannafatnaði. Og nú hrökk Þuríður undan og hváði. Það hefði nú aldrei þurft leyfi til að fyrir fatnaði hér á slóður, sagði hún kuppinn, en ók sér í sæti. Svo er nú sann, sagði sýslumaður og lagði þunga í sem orð. Það var gengið lög í henni Danmörku til áréttingar henni gömlu Grágás. Nú má dæma til þrældóms allt ósiðlegt kvenfólk sem þykist vera karlmannafólk. Og sýslumaður seildist í pappisúrall á borði og fletti úr framan í hennar Þuríði. Hér er þetta, sagði hann, hér er undirskrift og skóns. Sýslumaður studdi nögl í skrif neðst á rollinni og þar var innsigli rautt og logaglóandi. Stafir á fleygiferð, krumsprang og krafs. Þuríður hugsaði innsigli. Þuríður hugsaði þrældóm í járnum. Svo er vaninn að strjúka húð, sagði sýslumaður svo sem þessu út í lofti og strauk sitt skegg og jafnvel brennimerkja. Sýslumaður renndi augun til Þuríðar. Fallegi roðinn hvarf úr kinnum og smám saman var andlitið hvítt sem krít. Hún vætti varir og kynnti, ótt og títt, og kvikaði þessum skæru augum til og frá. Ekki brann eldur í þeim núna, og nei, nú var ótti að fæðast og sýslumaður kann lagið á honum ótta. Þeir eru vinir, sýslumaður og óttinn. Húðstríking, brennimark, æru missir. Á nokkur mannskja meiri fjársjóð en sína æru. Sýslumaður lét tíma líða í langri þögn.
Ég get veitt henni Þuríði leyfi að ganga í karlmannafatnaði, bauð hann loks af sinni einstöku og göfugu gjafmildi. En þá verður hún að gefa mér vísbendingu hverju það voru sem renndu í kampi. Hann rúlaði pappírsrollinu sem hann hafði gripið til og Þuríður getur illa lesið og því gildir einu hver rollan var. En þannig leiddi skinnskór sem fannst í túninni bæinn Kamp til konu Jóns Geirmundssonar, hverjar handbragð var einstakt að sögn Þuríðar. Jón Geirmundsson vinur Þuríðar og hún gengur dóttir hans Sigríði nánast í móður stað. Vinur, en hann átti nú kannski þennan skó. Hattgarmurinn sem fannst í Kampi eftir ráðunnið nauðalíkur þeim sem Sigurður Gottsvinsson hafði yfirleitt á höfðu. Og til þeirra Kolbeinssona, Hafliða og Jóns hennar bestu hofsetta. Til þeirra lá líka slóð. Og þannig atvikaðist það að nú verða 4 menn færðir í járnum til Kaupmannahafnar í fræðum. Heimili uppleyst, konur grátbónar, börn föðurlaus. Og þetta er ástæðan fyrir því að Þuríður fór að ganga ekki bara í karlmannafatnaði heldur búningi að mínu mati held ég. Allavega fór hún ekki að ganga í þessum fulla skrúða karlmanna fyrir eftir þennan fund. En nú held ég að tími sé búinn eða er einhverju spurningar. Ef þið viljum vita meira Þuríði þá getum við spurt eða lesið. Ég langar að spyrja. Ég heiti Gunnhildur og ég var skræð til hamingju með bókina. Takk fyrir. Hún er alveg frábær. En það virðist svo þegar að það er svo sveitungar snúist gegn henni. Já. Þegar að hún er búin að þekkja skófatnaðinn. Snúast gegn henni og þeir gerðu það í raun og veru og segja frá því hún er orðin dálítið bitur. Verður það upp úr þessu málaföllum allum og ég held að það hafi verið vegna þess að hún kjaftaði einn frá. Það ætlaði enginn að segja neitt. Nei, það er líka eins og þegar maður fylgir henni eftir í sögunni eins og það læðist alltaf aðeins öðru hvoru sektar. Já. Af því hún veit að þetta var ekki rétt. Held ég. Nú verður maður bara að fatta það. Já. Ég held það að hennar svona líf eftir þetta markist álítið á sektarkennd. Hún fer að drekka. Já. Það er sagt sko, strax dregið í land með það, en hún er sögð sko í manntalinu 1835, 5 árum eftir þetta Kambsrán, þá er hún sögð sko, mann ekki hvernig þetta er orðað, hún er allavega ekki vinnu. Hún er bara áframfæri einhver annar, þessi ekki niðursetningur eða slíkt, sjálfsagt einhverjir eignir til að ganga á og já, það verður allt miklu erfiðara. Svo finnst mér líka að koma fram einhver núningur milli hennar og biskupsfrúar. Já, ég bjóð það nú bara til. Já. Það er ekki það. Ég held þetta hefði verið svo vinnuleg kona sittandi þarna í Laugarnesinu sko. Ég sagði hvað hafa það verið eldagrátt silfur. Já, ég svona til að sýna fram á sko stéttamunin, þá gerði ég ýmislegt. Já. Og var að skálda svolstaðar og þetta er eitt af því. En hún, Valgerður biskupsfrú var sögð höfð við sína landseta. Já. Þannig að hún var örugglega ekki langt og ekki bara virðuleg biskupsfrú. Líka. Já, neða því að það kemur ekki fram að það snerti Þuríði beint. Nei, ég held að hún hafi ekki komið við hennar sögu. Ég veit ekki til þess. Ekki frekar en Jón Sigurðsson sem ég rætt við hitt sem hún hittir þarna í Reykjavík. Já, og svo aftur síðan. En allt sem Jón Sigurðsson segir í þessari bók, það tekið bara beint upp úr Alþingistíðindum eða Júvekju til Íslandinga. En ég bara óskaði eftir til hamingju. Takk fyrir. Og mæli með þessari bók. Sko,
Gerum henni Auði gott hlaðið. Ég verð að viðurkenna að ég á eftir að lesa en þetta ofarlega á listanum. En þið getið haldið líka áfram að spyrja hana Auði hérna yfir kaffibolla. Og það heitt á könnunni og tevatn einhvers staðar þetta líka. En tökum smá kaffipásu. Það eru líka blöð þarna á borðunum sem megið leika, gömul blöð félagsins. Pálsson bæði sagnfræðingur og sagnfræðingur og hefur Þuríðarbúð í sinni umsjá meðal annars og ætlar að segja okkur frá henni og þessu verður. Ágætu tilheyrendur, takk fyrir að vera boðið að flytja erindi Þuríðarbúð. Ég hef aldrei flutt erindi Þuríðarbúð áður og þess vegna var svolítið vinna fólkin í því að setja saman þennan fyrirlestur. En Þuríðarbúð, hún sem sagt reist af Stofnfræðingafélaginu árið 1949 og stendur við Strandgötu á Stokkseyri, Strandgata. Hún var eiginlega leiðin í gegnum þorpið fram eftir 20. öld og þannig að Þuríðarbúð hún var sett niður svona í þjóðbraut en svo var aðalvegurinn færður aðeins norðar og en hvað það, Þuríðarbúð hún kúrir þarna inn í íbúðabyggðinni á Stokkseyri og aðdráttarafl. Nú Þuríður Einarsdóttir að öllu líkindum þekktasti Stokkseyringurinn fyrr og síðar. Það kannski erfitt að meta frægð hennar á meðan hún var á lífi. En afrek hennar bjuggu í vitund samfélagsins og rúmum 30 árum eftir lát hennar varð hún fræg að nýju þegar sjálfmenntaður fræðimaður Brynjólfur Jónsson frá Minnanúpi fór að birta í einu útbreiddasta fréttablaði Íslands, Þjóðólfi, þætti Þuríði og Kambsránið. Og þetta var árin 1894 til 1897 og sem fylgiritt Þjóðóls. Og bókin hefur verið endurútgefin síðar og Auður var búinn að fara yfir það og við ritið bætt formála Guðna Jónssonar, sagnfræðiprófessors sem sá útgáfuna 1941 og svo 1955 og bókin var síðast endurútgefin árið 2010 af bókaútgáfunni Sæmundi og sú útgáfa eins og sú útgáfa sem kom út á vegum Þjóðóls. Nú, margar greinar hafa verið birtar af Þuríði og Kambsránið í blöðum og tímaritum og þegar maður fer á tímarit.is þá koma mjög margar færslur upp og það hefur verið gerður leikþáttur Þuríði og Kambsránið og Fræðslunet Suðurlands hélt námskeið Þuríði og Kambsránssögu í lok síðustu aldar og nú mun ég geta upp á því hver var
Lýðsson. Ég held að þið þurftu ekki að hugsa með. Það var faðir minn Páll Lýðsson sem stýrði því og þarna komu helstu vitringar héraðsins og ég. Nú, skáldsögur hafa verið ritaðar af þjóðþekktum skáldum eins og Einari Má Guðmundssyni og Ófeigi Sigurðssyni, þar sem bók Brynjúls er undirstaðan. Og vísindarit hafa einnig verið rituð og ber þar hæst rannsóknir Dr. Gunnar Jónssonar sem bætti mörgum fróðlegum við og leiðrétti Brynjúl á örfáum stöðum. Og einnig komu rannsóknir Margrétar Nilsson út í glæsilegri bók árið 2023 og svo 4 og við fengum áðan að heyra aðeins skáldsöguna Konan á bussunum sem Auður Styrkársdóttir gaf út fyrir síðustu jól. Þannig að Þuríður Einarsdóttir formaður, hún lifir enn góðu lífi faktist. En Stórselingum hefur alltaf verið umhugsað Þuríði og ekki síst brottflutt Stórselingum. Stórselingafélagið Reykjavík var stofnað árið 1943. Strax árið síðar kom fram sú hugmynd að byggja sjóbúð til minningar Þuríði formann og horfna starfshætti í verstöðum. Margir ötulir menn unnu svo að því að hrinda þessu stefnumáli félagsins í framkvæmd. Og í upphafi greindi menn eitthvað staðsetningu hvað mátti að vera á Stokkseyri. Á aðalfundi félagsins 1946 kom fram að staðurinn hafi verið valinn eftir bestu heimildum. Komið hafi upp ykkur óánægja hjá nokkrum þorpsbúum að byggja moldarkofa í miðju þorpi. Þeim misskilningi var svarað með þeirri staðreynd að þetta væri minnismerki þá konu sem eftir vill væri einstæð í heiminum. Og á aðalfundi félagsins 1948 upplýsti formaður að deilur Þuríðarbúð væru fallnar niður með fullu samþykki allra á Stokkseyri létu sér það varða. Og Stokkseyjarfélagið stóð sem sagt að byggingunni. Ég finn ekki í fundargerðum og öðrum heimildum hverjir hönnuðu og hlóðu, en það voru félagar úr Stokkseyjarfélaginu sem þekktu til. Og vígsludagurinn 27. júní rann svo upp. Þar flutti Guðni Jónsson ræðu sem birtist nokkru síðar í lesbók Morgunblaðsins og í niðurlaginu segir Guðni: Þuríðarbúð formanns hefur nú verið endurreist af ræktarsemi sona og dætra þessa byggðarlags við gamlar minningar. Þó að búðin sé kennd við Þuríði formann hefur hún þó víðtækari tilgang en þann að halda nafni Þuríðar á lofti. Hún í rauninni minnismerki horfnar kynslóðir og horfinn atvinnuveg hér slóðir. Því henni ætlað að verða vísir að sjóminjasafni. Leið og menn stíga inn fyrir þröskuld Þuríðarbúðar, stíga þeir inn í gamla tíma. Þar á allt að vera umhorfs eins og í hinum gömlu sjóbúðum. Búðin sjálf byggð í þeirra stíl, reist úr byggingarefni forfeðra vorra, torfi og grjóti með árefti og torfþaki og djúpri glugga og tóft. Inni bálkar vermanna, þar sem þeir sváfu tveir og tveir í fleti með skrínur einar við hlið sér. Á bitunum eiga að hanga sjóklæði, veiðarfæri og fleira. Þar á að finnast allt sem tíðkaðist að hafa í verbúðunum gamlu. En sem komið vantar marga innanstokksmuni í búðina, en ekki verður látið staðar numið fyrr en þeir eru allir fengnir. Þegar það kemur verður Þuríðarbúð einstök í sinni röð,
Hún verður merkistaður sem margir munu vilja skoða. Hinir eldri til þess að rifja upp gamlar endurminningar en fróðhumuð æska til þess að fá tækifæri til að kynnast einum sterkum þætti í lífi og starfi feðra sinna. Nú tilvitnun lýkur. Vandamál Þuríðarbúðar í gegnum árin hafa verið viðhald hennar og önnum. Árið 1969 var viðgerð að þörf og voru viðgerðir kostaðar og gerðar af Stórseyrarfélaginu. Við þá viðgerð var talað við þarna þjóðminjavörð og einnig Lúðvík Kristjánsson, fræðimann íslenska sjávarhætti, og töldu þeir Þuríðarbúð einu búðina sem til væri og sem rétt væri byggð og það væri mikill skaði ef hún hyrfi. Reyndar segir Lúðvík í íslenskum sjávarháttum að Þuríðarbúð sé endurbygging fornrar sjóbúðar sem ég tel reyndar ekki rétt. Þuríðarbúð hlaðin af eldri Stórseyringum sem höfðu til hliðsjónar minningar sínar frá yngri árum útlit þeirra og gerð. Það því tilgátuhús sem byggir á minningu þeirra sem mundu sjóbúðir á Stórseyri á yngri árum. En Þuríðarbúð hefur verið til sem safnvísir frá 1959. Þetta fyrsta safnið sem sett upp og opnað á Suðurlandi. Þetta rétt áður en Þórður í Skógum opnað sitt merka byggðasafn. Löngu áður en Árnesinga fara að huga að byggðasafni. Þetta svipað leyti og Þjóðminjasafn Íslands eignast Keldur, en það var síðan löngu síðar sem það var opnað sem aðkomustaður ferðamanna. Og þetta áður en varðveislufélag Rjómabúsins á Baugstöðum stofnað. Þuríðarbúð í eigu Stórseyringafélagsins til 1982, en þá afhendir félagið kvennadeild Slysavarnafélagsins á Stórseyri búðina til umráða og sem sagt með gjafaafsali. Auðvitað var vandamálið það sama hjá heimamönnum og áður hjá Stórseyringafélaginu, það að gera búðina sem best úr standi og huga reglulega að viðhaldi hennar. Í febrúar 1990 varð stórflóð við suðurströndina og sjór flæddi langt upp að land. Sjór flæddi inn í Þuríðarbúð og olli tjóni og þá hófst þáttur byggðasafns Árnesinga við varðveislu og umsjón Þuríðarbúðar. Þá virðist sem Stórseyrarhreppur hafi verið búinn að taka við umsjón búðarinnar. Greta Sófóníasson, sveitarstjóri, hafði samband við byggðasafnið og bað aðstoðar við að halda utan gripi Þuríðarbúðar þá sem eftir voru, en einhverja þeirra skolaði burt í flóðinu. Safnið brást fljótt við og tók gripina sína vörslu, en svo var gert við Þuríðarbúð eftir flóðið og á kostnað viðlagasjóðs. Í febrúar árið síðar kom fárviðri og þurfti að lagfæra nýlagða torfþekju á þaki Þuríðarbúðar. Og 1993, þegar ég kom á safnið, þá þurfti enn að laga Þuríðarbúð. Það þurfti að laga norðurgaflið sem frost sprakk. Það hefði ekki verið valið rétta efnið í hleðsluna og sem sagt gripirnir fóru ekki aftur í Þuríðarbúð eftir að við tókum við 1990, en þegar ég kenndi starfa við byggðasafn Árnesinga 1992 voru gripirnir varðveittir í geymslu safnsins á Selfossi, en sama ár að þeir komu til safnsins höfðu þeir verið skráðir. Þetta voru 33 gripir.
þessir gripir hafa einhverja tengingu við sjómennsku fyrr. Þetta eru skrýna, ketill, önglar, seilanálar, netanálar, stýri, sjóstakkur, sjóbrók, lýsislampi, sjóskór, þvottaklappa, netasteinn, vaðsteinn og þá eru margir gripir á sömu. Þetta eru alls 33 gripir. En ekki veit ég hvað þeir voru margir árið 1949 þegar Guðni Jónsson afsakar það hversu fáu safnir voru komnir í sjóbúðina. Mín fyrstu ár við safnið þá gerði ég mitt besta til að hafa þessi gripi til staðar í búðinni yfir sumartímann. En eitt haustið eftir rigningarsumar fannst mér þeir illa farnir sökum segga og orsbúðar og eitthvað fannst mér þeir færri en voru þegar ég gekk frá þeim í búðinni. En eins og þið vitið þá búðin opin í 24 klukkutíma á dag, 365 daga ársins. Nú, svo kom, ég gerði þetta samviskusamlega á mínum fyrstu 8 árum við safnið. En svo kom jarðskjálfti í júní 2000, þá var henni lokað búðinni sökum hrunhættu innandyra. Og þessir merku gripir Þuríðarbúðar hafa ekki inn í búðina farið. En reyndar eru nokkri gripir til sýnis í gamla frystihúsinu á Stokkseyri og undir plexigler í sýningarskáp. Byggðasafn Árnesinga heldur vel utan þá stefnu sína að varðveita til framtíðar og við stefnum ekki safnkosti í hættu að óþörfu. Safnið hefur reyndar stöku sinnum fengið ámæli fyrir að hafa ekkert í búðinni, en við höfum til að mæta þeim röddum reynt að hafa hana með munum sem eru ekki safngripir, eru ekki gamli skráðir gripir. Eitt árið reyndum við að búa bálkana með ull, skinni og striga. Það allt saman fór gegnsósa á haugana haustið. Skiptar skoðanir sýningahald í búðinni. Sumir vilja hafa hana svona tóma af gömlum gripum, meðan enn aðrir vilja fylla Þuríðarbúð af gömlum sjógripum. Spurningin þessi: hvernig vilja þeir sem koma í Þuríðarbúð upplifa? Og við því ekkert svar. Svarið einstaklingsbundið. En þeir sem vilja skoða gamla sjómuninn eiga góðan kost til þess að sjá þá í sjóminjasafninu á Eyrarbakka, þar sem sýndir eru gamlir munir af öllu tagi á allri ströndinni sem tengjast sjósókn og verbúðarlífi við suðurströndina og áraskipið Farsæll í Öndvegi. En nú ætla ég aðeins að fara hér í viðgerðarsöguna. Hún heilmikil, en sem sagt 1949 þá var Þuríðarbúð byggð en svo sem sagt á árunum 1969 til 1972 voru viðgerðir á vegum Stokkseyjarfélagsins. Viðgerðin var umfangsmikil og erfið félaginu. Í fundargerð Stokkseyjarfélagsins árið 1968 segir að Þuríðarbúð sé að hruni komin, en að viðgerðinni unnu heimamenn og félagar úr Stokkseyringafélaginu. Og ég var búinn að nefna flóðið. Það var viðgerð eftir flóð og þar var Víglundur Kristjánsson hleðslumeistari að störfum og hann lagfærði búðina svo aftur 1993. Þá var jafnframt svæðið í kringum Þuríðarbúð skipulagt og garður hlaðinn af Víglundi, svona torgarður, snittaður garður heitir það kannski. Nú árið 2001 þá það hin mikla endurbygging þegar Guðjón Kristinsson kemur og
er með trésmíða eða fornsmíðameistarana Leif Ebenason og Gunnar Bjarnason. Og þetta var mikil framkvæmt og heilmikið mál, því að þá þótti eiginlega ekki sjálfsagt að sveitarfélagið Árborg færi að gera upp búðina. Það var leitað styrkja og það gekk ágætlega en sem sagt kostnaður varð 3,9 milljónir á þáverandi vísitölu sem í dag myndi hljóða upp á 14,5 milljónir króna. Nú, svo, já, ég ætla kannski leikur að sjá blaðagrein um þessa virkjun. Þarna eru kapparnir búin að stilla sér upp og ég er búin að strika undir það sem rangt eftir mér haft og en sem sagt þetta var mikil framkvæmt og sveitarfélaginu til sóma. Nú svo árið 2013 þá var gert við búðina eftir jarðskjálfta sem var 5 árum fyrr og 2015 var lítilsháttar unnið við Þuríðarbúð og árið 2017 sett lofthúða á þak til að draga og raka innandyra. En síðan hefur ekki iðnaðarmaður í Þuríðarbúð komið og hún stendur nokkuð vel í dag. Nú, þetta er allt tíundað í áskýrslu safnsins þar sem er getið þessara miklu framkvæmdar og þetta fór allt mjög vel og það voru allir sammála að Þuríðarbúð væri eiginlega órjúfanlegur hluti af Stokkseyri. Náttúrulega miklar minjar horfinn tíma. Nú, en það er ýmislegt annað sem felst í því að vera með Þuríðarbúð á sinni könnu. Svona merkilegt fyrirbrigði sem Þuríðarbúð þarf að kynna og 1990 er gerður kynningabæklingur söfnum á Selfossi, Stokkseyri og Eyrarbakka. Sá bæklingur er enn til í mjög breyttri mynd og það er smá bunki hérna á borði hérna frammi sem við skulum bara grípa þennan bækling með ykkur og þar er fjallað Þuríðarbúð. Það er reyndar ekki stórt en svo erum við með heimasíðu. Við komum okkur upp heimasíðu 1998 og þar er greint frá öllum þeim söfnum og safnvísum sem undir byggðasafn Árnesinga heyra og þar á meðal Þuríðarbúð. Og í samvinnu við Stokkseyrar þá útbjó safnið sögubækling Þuríðarbúð árið 1993 og var hann þýddur á ensku og ljósritaður fyrir gesti sem komu inn í búðina. En það gekk illa að eiga við þennan sögubækling sem hafður var inn í búðinu og var því ákveðið seint síðir að gera kynningarskilti til að hafa fyrir utan Þuríðarbúð. Skiltið stendur fyrir sínu og var afhjúpað 2003. Þarna eru Einar Njálsson og Einar Jósteinsson heitinn að afhjúpa skiltið, þetta er 2003 já, og fyrir nokkrum árum þá var skiltið endurnýjað og það er eiginlega eina sjáanlega miðlunin við Þuríðarbúð, nema náttúrulega er Þuríðarbúðin sjálf sýningargripur út af fyrir sig og við höfum engar tölur það hvað koma margir í Þuríðarbúð á hverju ári. Nú ætla ég aðeins að tala verbúðir við Suðurströndina og sem sagt sjóbúð eins og Þuríðarbúð var ekki uník, þar að segja. Það skiptu tugum
og yfir 100 þegar mest var. Og ég ætla nú ekki að hætta mér út í Rangárþing, það var auðvitað líka sjósókn hér og þar og við höfum Péturseyna á Skógarsafni sem glöggar minjar sjóróðra þar en við Árnesingar við varðum farsæl og það skip sem smíðað var 1915 og gert út frá Þorlákshöfn en síðast á 4. áratug frá Eyrarbakka. En verstöðvar í Árnessýslu voru víða, austast var lítil verstöð sunnan Ragnheiðarstaða. Allstór verstöð var við Lofsstaðasand, kem betur að því síðar. Á Stórsilu var einnig allstór verstöð og á Eyrarbakka má finna örnefni, lendingar og heimildir sjóróðra. En á Eyrarbakka þar var náttúrulega útgerð en þar lágu sjómennirnir bara á bæjum, það var ekki sjóbúð. Þorlákshöfn var stór verstöð sem var þar í skjóli bóndans í Þorlákshöfn og einhver verstöð var í Selvogi og einnig var róið út frá Herdísarvík. Og ég ætla aðeins að sýna ykkur hérna kort af Lofsstaðasandi, sést kannski illa en allavega þá voru þar sjóbúðirnar í skipulögðum röðum. Það má sjá það hérna fyrir miðri mynd. Þannig einhver stað. Þetta er bara svolítið lítil skjár en bærinn sjálfur, hann talar sínu máli, það er bara hefðbundin Burstabær með sjóbúðum. Það er 2 sjóbúðir greindar og það eru lítil hreysi miðað við önnur hús og útihús. En að Oddi Oddssyni, hann sem sagt í einreiðinni snemma á síðustu öld sem fór í bók síðar, taldi hann sjóbúðir við Suðurströndina og þetta er nokkuð keimlíkt því sem Lúðvík segir í sínum sjávarháttum en Oddur telur þarna líka upp verstöðvar við Baugsstaði og við Tungu og fyrir sunnan Knarrarósvita þar er nefnilega til örnefni, mjög merkilegt, sem heitir einfaldlega Þuríðarvör og þar mun Þuríður víst hafa róið einhver ár. Sjómennirnir, þeir komu víða að. Þar voru auðvitað þeir sem bjuggu við sjávarsíðuna, formennirnir, reynslumiklir góðbændur en einnig streymdu bændur og vinnumenn þeirra úr uppsveitum á Vestfirðir. Þetta var liður í hagkerfi gamla bændasamfélagsins og víst að á ýmsum tímum bjargaði fiskur úr sjó lífi landsmanna. En ef illa fiskaðist sökum harðinda var illt í efni. Það eru fáar heimildir til stærð og gerð sjóbúða í Árnessýslu. Það er bara Oddur Oddsson. Spyrja má hvort þær hafi allar verið alveg eins að stærð og gerð. Ég tel svo ekki vera. Eins og Lúðvík Kristjánsson bendir á í íslenskum sjávarháttum, þá voru áhafnir fjölmennari í Þorlákshöfn en á Stokkseyri og sjóbúðirnar því stærri í Þorlákshöfn. Og það er vitnað í nákvæma lýsingar Oddssonar, fræðimanns og gullsmiðs, sem ritaði verbúðalíf í Þorlákshöfn. Stærð sjóbúðina miðaðist við áhafnarfjölda. 1880 verða breytingar á sjóbúðum í Þorlákshöfn og hér sjáum við grunnmynd af búð fyrir 1880 og sem sagt þær
breytast, þær stækka og eru betur byggðar og hér sjáum við grunnmynd af sjóbúð eftir 1880 og í stað ljóra með líknarbelg komu gluggar með gleri og snemma á 20. öld koma enn betri sjóbúðir sem líktust meir sómasamlegum mannabústöðum. En Þuríðarbúð var byggð árið 1949 og þeir sem unnu að gerð hennar höfðu til viðmiðunar sjóbúðir á Stokkseyri fyrir aldamótin 1900. Og einhvern tímann sá ég ljósmynd sem ég búinn að glata hvað að finna. Ljósmynd frá síðustu árum 19. aldar þar sem Stokkseyrakirkja í forgrunni en í fjarska torfhús sem sennilega eru sjóbúðir sýna að torfhúsin eru mjög lík Þuríðarbúð á ytra lagi en engar heimildir höfum við skipan innan dyra. Og hér höfum við úr íslenskum sjávarhóttum grunnmynd af skurðarmynd af Þuríðarbúð eins og hún var þegar hún var mæld upp og mér þykir mjög líklegt að það sé eftir 1972. Sem sagt í Þorlákshöfn var lítið torf til að setja í veggi sjóbúðana en víðar annars staðar var betra torf til snyrtugerðar. Þess vegna tel ég að munur hafi verið að sjóbúðum við suðurströndina eftir aðstæðum á hverju stað. En það voru vist ekki allir sammála og hér kemur mikil skammargrein og hún eftir frændaminn Guðmund Kristinsson. Guðmundur Kristinsson fræðimaður á Selfossi skrifaði grein í dagskrána vorið 2001 skömmu áður en framkvæmdir við Þuríðarbúð hófust. Þar vitnaði hann í grein Oddssonar verbúðir í Þorlákshöfn og taldi að sjóbúð Þuríðarformans hafi verið keimlík þeim sjóbúðum sem voru í Þorlákshöfn fyrir 1880 eins og Oddur Gullsmiður lýsti þeim. Og vissulega er það rétt að Þuríðarbúð byggð eftir minni gamalla Stokkseyringa og miðast við seinni hluta 19. aldar eftir að Þuríður var öll. En Guðmundur tók mjög fast til orða og sagði að Þuríðarbúð gæfi allranga og villandi mynd af sjóbúðum á Stokkseyri á dögum Þuríðarformans á fyrri hluta 19. aldar. Og hann taldi líka Þuríðarbúð ekki rétt staðsetta. Hún hefði átt að vera aðeins sunnar milli húsanna Strandar og Sjólistar, því sem þekkir til á Stokkseyri. Og sko málið var undan, og með greininni birti hann ljósmynd af Þuríðarbúð eins og hún var skömmu fyrir endurgerðina og þá voru veggir að falla vegna frostfærslu. Og sko málið var það að Guðmundur Kristinsson hann stóð á þessum tíma í stríðu við bæjarstjórnina. Hann vildi fá að skrifa 3. bindið af sögu Selfoss en fékk það ekki. Lenti í einhverjum slag og af þeim orsökum er þessi merkilega grein verður þessi grein til en niðurstaðan var samt sú að Þuríðarbúð var gerð utan á sumarinn og með þeim hætti að það hefði ekki þurft að gera upp síðan. En eina góða heimild höfum við verbúðarlíf á Stokkseyri og ég fer nú að klára þetta og miðast hún við 1880. Sá sem segir frá var Hannes Þorsteinsson frá Brú í Biskupstungum, fæddur 1860 og þá var 1935. Hann var alþingismaður í upphafi 20. aldar og síðan þjóðskjalaverður og ég er þekktastur fyrir það starf. Hann fór tvítugt í verið
Stokkseyri og í endurminningum sínum lýsir hann verbúðar lífinu og þá er hann sem sagt liðlega 20. Og hann segir, þá lágu sjómenn á Stokkseyri og víðaskvar Austafjalls í svokölluðum sjóbúðum. Líktust þar frekar hesthúsum en mannahýbýlum og eru nú víst flestar algjörlega niðurlægðar enda máttu þær missa sig því að ógeðslegri vistarveru var víst naumast und að hugsa sig. Vér hásetar Magnúsar Teitssonar lágum við í sjóbúð í vestri Móhúsum í Stokkseyjarhverfi og var hvorki verri né betri en búðir þar gerðust. Vorum vér 8 alls í 4 rúmfléttum, 2 í hverju og lágum andfætis með veskrínurnar fyrir ofan sig en svo var mjótt á milli rúma að menn ráku saman hnén við þann á móti satt. Fyrir utan rúmin út af dyrunum voru skot til beggja hliða og þar gekk sjóklæðin og veiðarfærin. Þar á meðal hinir svonefndu beitulaupar með beitunni í og glóði þar allt í maurildum dimmt var orðið. En loftið vitanlega afar þungt og illt, sérstaklega á nóttunni, því að svo að segja engin loftrás var og afar lágt til loftsins í búðinni, en gluggakríli lítið á tekjunni sem ég hygg að aldrei hafi verið opnað, enda ekki til þess ætlað. Var furða að menn skyldu halda heilsu í slíkum híbýlum, en það hjálpaði að menn voru svo oft úti við og teiguðu hreina loftið svo að menn höfðu lítið við í búðunum nema í verstu veðrum og á nóttunni. Að vísu voru sjóbúðir þessar litlu loftminni eða þrengri en verstu baðstofugrein, ég þekkti sumstaðar í sveit, en það gerði muninn að þar var maður laus við lykt af slori, útinni beitu og grútarmökuðum skinnklæðum. Nú, ágætu tilheyrendur, hér hef ég farið víða í umfjöllun Þuríðarbúð og leitað fanga í heimildir og í reynslubanka. Að hafa umsjón með hlaðinni sjóbúð hefur verið eitt verkefni af mörgum við byggðasafn Árnesinga og af sögu Þuríðarbúðar frá 1949 má sjá að hlaðin smá hús úr torfi og grjóti þurfa sitt viðhald og reglulega endurhaldningu. Þuríðarbúð trúverðugt tilgátuhús sem sýnir aðstæður sjómanna fyrir á tímanum. En þá þessu bara lokið. Örugglega einhverjir sem vilja spyrja spurningar til liðs. Gólfið lægra inni en jörðin utan? Samkvæmt Oddi Oddsson sinni þá ætti gólfið að vera lægra. Ég held að það sé bara jafnhátt og úti. Jú, það er aðeins niður kannski. Eða kannski eitthvað þeim að þið eru flöskum. Já, Þorkelsson. Þakka ykkur fyrir erindil. Aðeins myndina af Þuríði formanni. Finnur á Kessleri, hann teiknaði myndir af fólki, löngu linnum fólki sem hann þekkti frá unga aldri og þar af Þuríði. Og hann hafði nú ekki þetta fólk sem fyrirmyndir eða ljósmyndir, það voru ekki til þá. Þannig að við megum ekki búast til því að myndirnar séu nákvæmlega réttar.
En svo gerðist eiginlega svo ósvinna að þegar að Þjóðhátíð og ævisögur voru gefnar út á Akureyri, þá var Örlygur Sigurðsson látið teikna ofan í myndirnar, frummyndir Finns. Þannig að þær líta allt, svipmótið á fólkinu er allt annað heldur en í rauninni á myndum Finns. Maður getur séð það með því að rýna mjög nákvæmlega, þá sér maður gömlu blýantsstrikinn Finns. Þannig að þó að myndir af Þuríði formanni sé náttúrulega ekki sveiplík henni, þá gefur hún hins vegar góða mynd af klæðnaðinu því að það hefur finnur unna vel. Nú þegar var strákur, þá hentu menn stundum á milli sín gátu. Til hvers notaði Þuríður formaður kýrhafnið? Svarið er. Það er ekki aðfang. Má ég svara? Vitið það ekki kallar? Þú þurft að pissa, var það ekki? Ha? Þú þurft að pissa. Ætli það ekki, hún þurft þessi svarir. Það er hérna, sko, fjörðungur stýrist að tákna nafni, sko. Ég er nú fæddur 13. Ég er búinn að sjá það, sko, eins og Sturlungaöldin var 13. öld, kring 1913 í heimsstyrjöldinni og 2013 Úkraínustríðið, sko. Sko, það er 1777 eins og bátstefni, sko, þegar hann fæddist, sko. Og svo náttúrulega Sigurður Gottsson, Steli Sigurður, hann ólst hann upp fyrir norðan Þjórsá, sko, Þjórsá og pappinn var líka kennd við, sko, Árnes líka á Ræna, sko, Ræna á. Þetta er bara eins og fjallævindur, sko, ég las náttúrulega líka, sko, hann er svo vindur með eigina, sko, og vaff-í, sko, vefji, körfur sem halda vaff-í, vatni, sko, og mammas, þetta Ragnheiður, sko, og þess vegna hefur kannski líka eitthvað lesið, sko, Ræna á heiðinni, sko, og hann náttúrulega líkur Árnessýslunni, sko, á að Ræna, sko, og pappinn Jón Jónsson, sko, maður bæti bara þátt fyrir framann þjófar, sko. Já. Fleiri spurningar? Ef ekki, þá kærar þakkir fyrir komuna og kærar þakkir hérna Auður og Líður fyrir frábær erindi og fróðleik. Eins og ég nefndi í upphafi, þá er eitt kvöld eftir, það er 3. apríl ef maður rétt. Kemur í ljós nákvæmlega hvernig það kvöld verður, en þið fáið hérna tilkynningu þar takk kærlega.